Pétur, það sigur í þvílíkum naglbít á móti Val, 1 stig sigur. Já, varstu með hjartað í buxunum eins og allir hinnir í húsinu þannig í lokin? Já, þetta var svolítið svona svipaður á leikunum mútið Haukum, þegar við unnum á síðasta miðvikudag. Það að spila án erlends leikmann. Það eru bara stór hættulega leikir og ég eiginlega bara var svona undirbúið með þetta yrði svona. Mér finnst eins og það var einhver svona bítonskraftur í valsliðinu og við vorum ekkert að hitta vel, við vorum að spila ágætlega þannig og við bara hittum og illa. En aftur á móti gef ég bara fullt kredit á valsliðið. Þær eru bara drullu góða mannskap og góðan þjálfara og bara gefa fullt að kredita þær. Þær voru bara ógeðslega góðar í dag. Það er bara eftir að spila mótið og síðan bara vantar erlenda leikmann. Það var bara þetta er býr í segling fyrir þær. Það var bara fullt kredit á þær. Við getum alveg gert betur en þetta er bara, þær eru drullu góðar og það er bara eftir að spila mótið. Annar leikurinn í röð þar sem þið vinnið mjög hæpa sigra í mjög jöfnum leikjum. Þú hlýtur að vera ánægður með svona þennan andlega styrk sem þitt lið að sýna. Já, þetta er bara, það gerir það. Við náum að stoppum hérna í restina. Við vorum alltaf heppin, það er bara 2 vítaskot og klúra báðum vítaskotum hérna í restina. Við vorum alltaf heppnar með það. En varnarleikur var fínn og sóknarleikurinn var fínn. Og við vorum að láta bolta ganga ágætlega og sem voru kannski hitta mjög illa. Það var svona þau eru út úr leikplæni og þá náttúrulega lendum við í svona erfiðum leikjum, en það er náttúrulega bara frábært að geta klárað þetta. Það sýnir líka bara hvað flotta stelpur í þessu leik.